Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Ég ætla að ræða 7 ár af stríði í Sýrlandi og eftir við Þórunni Ólafsdóttur, verkefnastjóra í málefnum hælisleitanda og Ólafur Ragnars sem sérfræðingur í Mið-Austurlöndum. Ég ætla að fá líka til mín Ólaf Heiðar Helgason, hagfræðingur hjá Íbúðalánasjóði. Við ætlum að ræða aðeins húsnæðismarkaðinn og byggingariðnaðinn á Íslandi. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Það er komið til mín Líf Magnúsdóttir, oddviti Vinstri grænna í Reykjavík. Páll Bartósek, varaþingmaður Viðreisnar, Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður Miðflokksins og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, ritari Sjálfstæðisflokksins og mögulega áframhaldandi. Það verður kosið það hérna strax eftir þáttinn. Áslaug, þið eru að halda landsfund núna. Þú ekki fengið neitt mótframboð, ertu bjartsýn fyrir áframhaldandi embætti í ritaranum og hefur þetta ekki gengið vel hjá okkur helgina? Jú, þetta hefur gengið alveg frábærlega og láttum við 1000 manns mættir á fundinn og ótrúlega gaman og skemmtileg stemming alla helgina. Þannig ég hlakka bara til að hitta fólki aftur í dag og svo eru kosin forystuan seinna í dag. Þannig að ég er auðvitað bara mjög bjartsýn og fekk gríðarlega góða móttökur í gær sem ég þótti mjög vænt um. Langar að ræða aðeins við ykkur öll hérna svona stöðu stjórnmáluna og ríkisstjórnarinnar og held áfram með þig, Áslaug. Þú ert formaður utanríkismálanefndar, þar situr hún Rósa í Vinstri grænum sem að styður ekki ríkisstjórnina og það náttúrulega kom bersýnilega í ljós í síðustu viku í kosningum vantraust á dómsmálaráðherra. Er þetta óviðunandi staða ykkar mati að þau sitji fyrir hönd Vinstri grænna í þessum nefndum, hún og Andrés Ingi og í rauninni kannski ráði hvort að meirihlutin hefur meirihluta yfir höfuð í þessum nefndum? Ætlið þið að beita ykkur eitthvað fyrir breyttri skipan í þessum nefndum? Vinstri grænir verða auðvitað að leysa þetta mál innan síns þingflokks sem fyrst og hérna við höfum auðvitað styrkan meirihluta á þinginu sjálfu og það sást vel þegar kosið var vantraustið. Þannig að þetta er auðvitað bara mál sem Vinstri grænir þurfa að leysa en við höldum bara áfram með þingstörfin og erum með meirihluta í þinginu, hvort sem með þeim eða án þeirra. Það var að flutta fréttir af því að það sé þrýstingur frá samstarfsflokkunum og þá sérstaklega Sjálfstæðisflokki að þessum nefndum verði breytt eitthvað. Hefur þú fengið veður á því og er þetta eitthvað sem veldur þér áhyggjum til dæmis í þinni nefnd? Það er auðvitað sérstök staða að fólk sem treystir ekki okkar ráðherra við að stóla á þau í nefndastarfi. En þetta er auðvitað mál sem Vinstri grænir þurfa að leysa fyrst og fremst innan síns þingflokks. En á meðan við hingrum eftir því að þá erum við með góða meirihluta á þinginu samt sem áður, þannig að við hefum ekki stórar áhyggjur af þessu. Nei. Gunnar Bragi, hvernig upplifir þú þetta? Þú ert líka í utanríkismálanefndinni. Upplifir þú þannig að þið í minnihlutanum séu með meirihluta í þessari nefnd? Það var ekki farið fram neina viðræður það, myndan ég er meirihluta í nefndinni. Ég held reyndar að þetta er vandræðalegt málasjálfsögð því að það lá nú svo sem ljóst fyrir upphafi að þessir 2 ágætu þingmenn voru ekkert endilega sammálaði að fara í þetta ríkisstjórnarsamstarf. Þeirra staði hins vegar kannski mun sterkar heldur en menn halda, ekki síst vegna þess að maður rétt að ungu Vinstri græn voru nú álykta eða tala svona svona eins og þessi 2 þingmenn varðandi bæði stjórnarsamstarfið og varðandi ráðherrann svo. Þannig menn mér getur vanmeta það að þetta eru mjög sterkir einstaklingar inn í Vinstri grænum. En við þetta veikir þetta ríkisstjórnin og samstarfið því að það fækkar þá í meirihlutanum sem að gerir þá aðra þingmenn þeim en valda meiri og hvað maður segja, mikilvægari. Líf, þetta er þinn flokkur. Finnurðu mikinn titring í flokknum út af þessu og er þetta reynist ykkur erfitt? Sko, í Vinstri grænum eru marga vistaverur og þar er hátt til lofts og vítt til veggja og við leyfum, og ég held að sé hraustleika merki hreyfingar að við auðvitað tökumst á og sýnum tilfinningar okkar og tölum hlutina opinskátt og efnislega eru þau í sjálfu sér ekki ósammála Vinstri grænum eða flokknum sínum. Heldur er það auðvitað þetta ríkisstjórnarsamstarf og þau hafa til að mynda samþykkt öll þau mál ríkisstjórnarinnar sannarlega á þeim vettvangi, þannig að þessi vantraust yfirlýsing á Sigríði Andersen, ég held að hún ekki eftir að koma til með, við vissum eins og Gunnar Bragi sagði að í upphafi var staðan þessi, það lá fyrir, það var ljóst, það er ekkert vandrarlegt við það sem er að gerast núna, það eru ólíkar raddir innan VG og við hlustum á þær allar og ég hef fullan, ég trú ekki öðru en að við leysum þetta algjörlega eins og við höfum áður gert. En efnislega eru Andrés og Rósa ekki ósammála þingflokknum. Og svo líka minna á það að það voru 80% félagsmanna sem að samþykktu þennan stjórnarsáttmála sem lá fyrir og þau lútu því sem sagt ákveðnum félagsmanna. Mér finnst líka mikilvægt að halda því fram. Er þú hlynnt þessu stjórnarsamstarfi? Væri þú tilbúin að vinna til dæmis með þessum flokkum í borgarstjórn ef svo ber undir? Sko, nú ertu
Það algjörlega tvennt ólíkt. Það annars vegar ríkisstjórnarsamstarfið og svo það borgarmálin. Ef við tökum fyrst ríkisstjórnina að þá ég hlynnt því og þetta sögðum við fyrir kosninga að við vildum leiða ríkisstjórn. Við viljum vera í ríkisstjórn þar sem að við höfum áhrif og að okkar mál nái fram að ganga. Og það þessi ríkisstjórnarsáttmáli. Þannig að ég samþykkti hann fyrir mitt leyti, já, en ég ber ekki ábyrgð á Sigríði Andersen eða Sjálfstæðisflokknum. Þau verða sjálf að ráða sínum málum þar og í borginni þá erum við í mjög góðu vinstri samstarfi og ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar allt í einu að verða vinstriflokkur í borginni þá má vel athuga það, en það þykir mig harla ólíklegt. Pavel, þú ert að fara inn á þingið á morgun. Hvernig blasir þessi staða við þér? Já, sem stjórnarandstæðingi þá þetta mjög viðunnandi að hafa þessi svona óljósu meirihluta í einhverjum nefndum. Þetta gefur okkur heilmikil tækifæri en svona af minni þingrislu dæma þá held ég að þetta mál muni ekki vera svona varanlega til lengdar. Ég meina, við sáum það bara á stöðinni seinustu viku þegar það byrja að kalla inn varamenn fyrir þessa þingmenn einhvern veginn af þeim forspurðum og það gefur nú til kynna og þegar maður komin í fjölmiðla að ræða sín átök, þá nú oft svona lítið eftir af því að málin verið leyst með einhverjum hætti, en ég veit það ekki, en svona fljótt á litið þá virðist mann að vera sem þetta sé komið ansi mikið hnút. Það bara bölsýnismaður, heyrist mér. Við getum alveg leyst úr öllum ágreiningi, við höfum gert það áður. Það pusar bátinn þegar við erum í ríkisstjórnarsamstarfi. Það liggur alveg fyrir. Ég meina verkefnin eru mjög krefjandi og það ekki öllum lagið að finna sinn takt í því og við höfum fullan skilning á því. En ég hugsa að við leysum úr þessu eins og hverju öðru. Og ég finn alveg fyrir því að ég með meirihluta í nefndinni minni með Rósu og á mjög gott samstarf með nefndinni allri reyndar og held bara áfram að vinna eins og við höfum gert hingað til. Við sáum náttúrulega 2009 til 2013 að þá gekk það ekki vandræðalaust fyrir sig í því ríkisstjórnarsamstarfi og það endaði með því að nokkrir félagar sem grænum hrökklusturinn í burtu. Hvort það gerist núna, það ómögulegt að segja. Þetta rétt eins og Pavel segir, þetta miklu erfið en kannski menn að reyna að láta lítið út fyrir þegar að það farið að kalla einu varaþingmenn að þingmenn forspurðum og að takast á í fjölmiðlum, þá veit það aldrei á gott. En það langar með að benda á 2009 og 2013, þá var efnislegur ágreiningur og það var Evrópusambandið. Þannig að því sé haldið til haga. Já, það efnislegur ágreiningur traustli ráðherra. Það svolítið stór ágreiningur. Það grundvallar ágreiningur stinningu ríkisstjórnar. En það lá fyrir í upphafi hjá þeim tveimur að þau vildu ekki ganga í meirihlutasamstarf með Sjálfstæðisflokki. Það lá alltaf fyrir, þetta á ekki að koma neinum óvart. En við erum náttúrulega bara nýkomin á stað með þessa ríkisstjórn, það eru 3-4 mánuðir búnir og þetta strax byrjað, þannig að maður veit aldrei hvernig þetta. Hins vegar bara líf til þess að árétta það, þá eru rökstuðu þau sín atkvæði í þinginu ekki einungis með því að voru andstæðu þessar ríkisstjórnarsamstarf heldur, sérstaklega voru það rökstuðu andstæðu sig við þennan tiltekna ráðherra. Þannig að það svona kannski öllum meiri þungi því. Já, en svo liggur fyrir að Alþingi treystir ráðherranum þó við þín þurfum ekki að gera það. Oft talað að svona geti einmitt þjappað mönnum saman og fólki saman og rauninni styrt þá sem eftir sita. Ertu sammála því að þetta hafi jafnvel bara þétt raðirnar hjá þeim sem að styðja þessi ríkisstjórn? Ég vandrast til að gera það oft. Það svona, ef ég tek mig aðeins út úr hlutverki einhvers pólitíks spindóttars, þá eiga þeir stundum til að gera það. Og minna ríkisstjórnin ennþá með meirihluta ekki, en þetta mjög rúman. Ég menna, þetta eru 33 þingmenn þá á móti hvað 63 minnst því, alltaf ekki 30. Þannig að ríkisstjórnin er þá með meirihluta, en auðvitað er hann minni en var og ef einn í viðbót hrökklast í burtu þá er allir komnir með veto öll ríkisstjórnarmál og ég þekki það nú verandi þannig ríkisstjórn að það er ekki endalega auðveld staða fyrir þingmenn að vera í þannig meirihluta. Þau hafa samt stutt öll ríkisstjórnarmálin, svo því sé líka til að halda til það. Og þau eru ekki svo mörg, þannig að það er nú eins og það er. Og ég bara starfi gengur bara mjög vel og þetta hygglust í hópnum saman og ég held að þetta veiti bara, ég meina framhaldið virðist gott hjá ríkisstjórninni og ég er full að trúa því að það muni ganga vel. Förum aðeins yfir í aðra sálma, það var svona eiginlega með stærri málum vikunar var stóra svifryksmálið, svifryksmengun í Reykjavík. Börnum og þeim sem eru veikir fyrir var ráðlegt að vera bara yfir höfuð ekkert á ferðinni úti við, allan ekki nálægt stoppbrautum og náttúrulega síðan á endanum fólk beðum að vera ekki að keyra mikið. Líf, ég meina þetta er fullkomlega óásættanleg staða fyrir íbúa Reykjavíkur. Algjörlega ólíðandi að við eigum auðvitað að vera í borgarumhverfinu geta anda léttar og verið í hreinu umhverfi þar sem ekki menga vatn eða menga andrúmsloft.
og ég held að við þurfum bara að fara að tala það að mikilli festu og alvöru hver meinvaldurinn og hverjar eru lausninar. Já, það eru náttúrulega ekki allir sammála. Nei, já, þegar menn síðan rýna þetta, þá hljóta þeir að komast að þeirri niðurstöðu að það eru bílar sem menga. Og að því að og þyrla upp svifryki og þá sérstaklega díselbílar sem eru með þessa hættulegu agnir. Og við þurfum bara algjörlega að takmarka alla bílaumferð í framtíðinni og leysa út með vistvænum samgöngum og fá einhverja svona vitundavakningu vistvæna ferðamáta. Og það erum við meðal annars að gera í loftslags áætlunum okkar í Reykjavík með hjólreiða áætlunni og með borgarlínunni. Og við þurfum að setja miklu meiri trukk í almenningssamgöngur og við þurfum að skipta út bílaflótunum okkar, svo eitthvað sé nefnt. Og líka, sko, að því að örplastið var líka í umræðinni fyrir nokkru síðan. Ég meina það í sjónum sem sagt 3 tonn af plasti fyrir 1 tonn af fiski. Og þetta gríðarstórt vandamál. Líka súrnun sjávar og sérstaklega norðlægum slóðum. Og við bara mengum allt of mikið, við erum allt of mikið neyslu þjóðfélag og við getum dregið verulega úr öllu þessu þetta. Þetta eru viðráðanlegir þættir. Og hvað viljið þið gera? Á að fara að banna og minnka umferð, taka dísilbíla úr umferð? Það er auðvitað ekki okkar á sveitarstjórnarstiginu að gera það, löggjafans að gera það með einum öðrum hætti. En við viljum... Þetta umbjóðendur ykkar Reykjavík sem helst verða fyrir þessu? Algjörlega. Og við, sko... Þessar svifryksmælingar og þessi dagar sem að við förum í rauninni fram úr, eða eru 8 dagar á ári og eiga auðvitað ekki að vera neini dagar. Við höfum til þess samt svigrúm upp á 35 dagar sem kannski líka allt of mikið. En við þurfum auðvitað valdheimildir ef við ætlum að bregðast við. Ég meina sumarlokanir gatna og fleira eitthvað sem við getum gert í meira mæli. Hægt á umferðinni, en þetta við skulum bara skoða þetta af fullri alvöru. Hvernig við getum best búið í hreinu borgarlandi. Pavel, þú hefur gefið það út og ætlar að gefa kostaður í borgina fyrir Viðreisn. Þú hefur náttúrulega verið mikill talsmaður almenningssamgangna. Ég gerir bara ráð fyrir því að þú sért á svipaðri línu og Líf. Fagna því. Ég meina sko það til ýmsar leiðir til að draga úr umferð. Ég meina það og bein gjaldtaka á umferð af mannvirkjum með einhverjum móti alltaf ein leið til þess. Ég meina það hefur verið gert til dæmis með að taka gjald af bílastæðum í Reykjavík og það, ég efa það ekki að það eitthvað sem dregur til dæmis umferð. Ég meina við getum líka að hafa borgir lent í þessu og gert ýmislegt. Ég meina á svona dögum eins og þessum þá til dæmis bara gefið frítt í strætó í mörgum borgum. Ég ekki talsmaður þess að gefa frítt í strætó almennt, ég held að sé mjög vond hugmynd, en ég held að við svona aðstæður þá verðum við að skoða einhverja þannig lausnir til dæmi sko. Ég hef ekki mikla trú á því eins og sumir hafa talað að lausnin felist í því bara leggja steypu sterkara malbygg sko. Á endanum það alltaf umferðin sem veldur þessu svifryki og það það sem við þurfum einhvern veginn að reyna að draga úr með einhverjum hætti. Það fólk sem mengar. Já, og gjaldtaka góð leið til þess að gera það. Já. Áttu þau tala gjaldtöku, ég sá í ályktunum ykkar samgöngumál, það var ekkert talað borgarlínu, hvernig þetta þú ert nú þingmaður Reykjavíkurborgar, hvernig blasir þetta þér? Já, þetta eru þetta langtíma áætlanir og einhverjar lausnir sem taka þetta gríðarlega löng og mörg ár eins og Líf talar og það verður auðvitað líka að hugsa þetta eins til skemmri tíma, hvernig þú ætlar að leysa þetta og bjóða ekki Reykvíkingum upp á þetta svona marga daga á ári. En við erum auðvitað einnig fylgjandi því að hafa bara fjölbreytt form samgangna á allir leiti og viljum auðvitað ræða almennt betri samgöngur í Reykjavík sem ekki vanþörf á. Og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé tilbúinn í þær viðræður og geti verið mjög auðveldlega leiðandi í því að bæði efla hér og bæta samgöngur en líka almenningssamgöngur hiklaust. Opin fyrir öllu? Já, fólk hafi val. Ég held að það sé mikilvægt líka sko, að menn hugsa líka sko, hvernig verið að ganga borgina. Sko. Sóðaskapurinn og guttnum borgarna alveg hreint með ólíkindum. Og maður horfir á vegkantana fullar ríki og drullu og alla girðingar fullar rusli og meðan að bílarnir keyrum og þyrla upp þessu ríki að sjálfsögðu verður það meiri mengun heldur en ella. Svo líka verður við að segja það að það voru gríðarlega mistök á mínum viti. Og Vigdís Hauksdóttir að birta núna mynd á Facebook síðu sinni í dag þar hún sýnir þessar framkvæmdir sem var frestað eða slegnar af fyrir 10 árum síðan.
Þetta eru framkvæmdir út allt höfuðborgarsvæði sem hefðu greitt fyrir umferð. Hvað ætli borgarbúar eyði með mörgum mínútum í dag, hverjum einasta degi, í það setja kyrr í bílnum sínum en hann gengur og mengar og mengar og mengar. Hvað ætli það séu mikið tím sem fyrir slíkt? Hvað ætli mengun sé bara því? Nefndu dæmi eitthvað sem... Ég er bara með hérna myndina frá Vigdísi hérna og hérna erum við dæmið með Vífilsstaðaveg, við erum með Hallsveg, við erum með Sundabraut, við erum með Miklubraut. Þetta er endalaust talningur unni og ég hvet fólk til að kíkja á þetta. En ég ætla samt að segja þetta og fagna einu að sjálfstæðismenn samþyktu núna að samþykkja sínum fundi að það fara tafarlaust í það að velja nýjan stað fara staðarsvalsgreiningu fyrir nýjan Landspítala, tafarlaust segja þeir. Það mun að sjálfsögðu létta á umferðinni niður í miðbæinn ef að menn hafa svo mikla áhyggjur á miðbænum. Verður það þannig að það kemur í ljós að það byggja þetta á nýjum stað. Þannig ég ætla að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að hafa tekið skynsamlega nálgun í þetta. En þú meðan bílum fjölgar hraðar heldur þeim sem vilja nota strætó, þá er þetta galin hugmynd að vera að tefja umferðin eins og borgaryfirvöld hafa verið að gera undanfarið. Algjörlega galin hugmynd. Það er miklu frekar að greiða fyrir umferðinni, búa til góðar almenningssamgöngur á sama tíma sem valkosta sjálfsögðu. En ég held að þessi borgarlína eftir að hafa átt fundi með sveitarfélögunum hinni kringu Reykjavík í Kraganum, allir sögðu að þessi umræða komið langt á undan því sem raunverulegt er sko. Langt á undan raunveruleikanum. Nú erum við búin að sjá það að það er 40 milljarðar áætlari fyrsta hluta þessara borgarlínu. Og ég spyr, er búið að fara með í gegnum allt systemið sko? Eru sveitarfélögin kring tilbúin í þetta? Hvað á þetta að leysa nákvæmlega? Það er enginn búin að sýna fram á þetta gangi raunverulega upp. Þetta er eins og einhver smjörklípa til að komast hjá því að ræða vandann sem er það að borgaryfirvöld hafa verið að þrengja bílunum og skapa leið mengun með því. Ég veit ekki eina borg sem við byggt sig út úr umferðarvandarum með þessum hætti. Það bara hefur gerst, það er alltaf þannig menn byggja fleiri vegi og það eru fleiri bílar á þessum vegi. Bílarnir eru fleiri, þeir fjölga. Þeir eru búin að reyna að þrengja bílunum en samt fjölga með umferðin eykst. Þannig að það segir það að þessi mikla aðför einkabílnum hefur ekki verið meira svo að bílunum hefur Hvað hefur fjölgað mikið strætó á þessum 10 árum? Þessar tillögur ykkar er svifryksstefna og bara það og við þurfum að horfast í augu við það að almenningssamgöngur leysa þennan vanda sem blasir við okkur. Gatnakerfi að bæta við götum kallar á fleiri bíla og þetta er það sem við þurfum að leggja höfuð áherslu á. Það er að bæta almenningssamgöngur, þar með talið strætó. Borgarlínan er ekki bylting í samgöngum, heldur hún viðbót við almenningssamgöngur og við ætlum að taka 25.000 manns úr bílunum og setja þær í almenningssamgöngur. Nei, vegna þess að almenningssamgöngur það er raunverulegt frelsi að þurfa ekki að eiga bíl eða reka bíl sem er bara mjög dýr í rekstri. Við þurfum að gera almenningssamgöngur hæfilega ódýrar, við þurfum að auka tíðni ferða og þannig að fólk býð ekki og við þurfum að stytta vegalengdir og þetta eru áform í Reykjavík og þetta ætlum við að gera. En núna eru almenningssamgöngur alls ekki nógu góðir í Reykjavík sem eru þetta ástæða þess að það nota ekki nógu margir. Nú ætlum ég að benda ykkur á það að við settum aukinn pening í það að það væri búið að auka tíðnina og búið að bæta bara þjónustu strætó að þá gætum við kannski séð fleiri nota þessar almenningssamgöngur. Höfum samt eitt á hreinu að það sem hefur gerst undanfarna árum að ríkið hefur komið inn með viðbótarmilljarð fyrir almenningssamgöngur og Sjálfstæðisflokkurinn hefur til dæmis stefnu að taka það milljarð út og setja frekar í vegaframkvæmdir. Það er ekki stefna um að bæta strætó. Var þessu milljarði vel varið? Hverju skilað hann? Hann hefur nú skilað það að það eru fleiri tekjur af strætó og farþegum hafa aukist. Já, en eru fleiri að nota strætó? Það eru fleiri að nota strætó. Mig langar að benda á það að við jökum tíðni til dæmis eins og leið 1 og það er 50% aukning frá því í almenningssamgöngur. Strætisvagnarnir eru fullir. Ég tek strætó. Ég þekki þetta. Má ég samt bara segja eitt sko, varðandi samgöngur í Reykjavík, sem tekna upp gríðarlega svarta mynd af þessu. Það er til samanburð á því ferðatíma milli ólíka borga og ég veit að við viljum öll komast eitt strætt á milli og við viljum. En það er allavega heimasíðu þessi Numbeo sem heldur utanum ýmsa kostnað fyrir það að búa í borgum og það er ein borg í Vestur-Evrópu þar sem tekur skemmri tíma að ferðast milli vinnu og heimilis og það er Gautaborg. Allar hinar borgir í Evrópu eru með meiri umferðarvanda en við. Ég er ekki að segja ekki að vera í efsta sæti þarna, en hver viðbótar milljarður, hver er miðvæg sem hann skera af með því að byggja misla gatnámið er gríðarlega dýr. Og það er líka viðhaldskostnaður líka. Þannig að þú vilt meina í rauninni að fólki sem að situr pirrað í bílunum sínum í umferðarteppu sé bara pirrað svona í rauninni yfir engu. Þetta væri svona allstaðar hvort sem er. Það er allavega vandfundin svo Vestur-Evrópuborg sem hefur leyst umferðarmálin sín einhvern veginn með það mætti að fólk komist hraðar á milli. Ég er ekki að segja að við ekki að gera betur. En ég þetta leiðin... Mjög lítil borg með þær borgir sem þú ert að bera upp saman. Og við eigum að hafa miklu meira á betri stefnu og markmið hvernig við viljum að fólk komist á milli vinnu og heimilis. Og eigum að vera mjög óhrædd við það að segja að við eigum að vera langt
hátt fyrir ofan að vera í fyrsta sæti á þessum lista að því við erum að bera okkur saman með miklu stærri borg. Ég alveg sammála því, ég bara ekki viss það að breiðari vegir og fleiri mislagatnamót séu hagkvæmasta leiðin til þess að komast þeim með. En stefna okkar í þessum málum mjög góð. Við þurfum bara framfylginni og standa með henni og viti menn þetta verður betra. Og mér langar aðeins að nefna eitt með borgarlína. Vegna þess að hér fólk að tala þetta sé eitthvað framtíða músík. Í lok næsta kjörtímabils þá ég eftir að sjá upphafið að henni. Þannig að þetta framtíðin, þetta á næsta leiti. Öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu sameinast þetta. Þetta ekkert eitthvað sér vandamál Reykjavíkur. Við erum með Kópavog og Hafnarfjörð og Seltjarnarnes og þau eru búin að samþykkja að fara í verkefnið. Og nú hefur ríkisstjórnin líka komið með að þessu leitinu. Þannig að þetta raunhæft verkefni og þetta það sem við þurfum að leggja höfuðáherslu á og við þurfum að tala meira það að það fólk í bílum sem mengar og þetta líka til hagsbóta fyrir þá sem að sannarlega þurfa að reiða sig á einkabílinn að fleiri taki strætó eða nýti sér fjölbreytta ferðamáta. Áslögum okkur að spyrja rétt í lokin á þessu, haldið þetta áfram svona með svifryki, kemur það til greina af ykkar hálfu í ríkisstjórnar meirihlutanum að breyta reglum þannig að sé hægt að þrengja eitthvað að notkun til dæmis díselbíla eða nagladekkjum eða slíkt? Ég held við ættum ekki að setja einhver boð og bönn á fólk heldur að reyna að bjóða upp á betri valkosti og þar auðvitað Reykjavíkurborg undir og skiptir miklu máli hver tekur þar við taumunum í vor og ég held að við þurfum að bæta allverulega við þurfum bæði að skoða samgöngur heilt yfir í Reykjavík á meðan við bætum almenningssamgöngur. Það ekki hægt að hugsa bara framtíðina og hvernig þú ætlar að hafa þetta eftir 4 til 20 ár. Heldur verðum við líka að skoða hvernig við getum bætt þetta strax. Já. Ég ætla að færa með aðeins úr höfuðborginni og bæta við restina af landinu. Samgönguráðherra talaði það á flokksfundi Framsóknarflokksins daginn að hann vildi sjá samgöngubyltingu sem við höfum í sjálfu sér ekki séð fyrir síðan bara 1970 eitthvað þegar hringvegurinn var lagður. Af hverju er þessi málaflokkur ekki í betra standi? Við erum búin að einhvern veginn horfa síðustu árin fram á stanslausa fjölgun ferðamanna sem að augljóslega var ekki að fara að gera neitt annað en að sprengja vegakerfið, ófjármagnað samgönguáætlun lagða fram. Hvað þarf að gera? Þarf ekki einhverja þverpólitíska sátt í þessu málaflokki? Það veit allir hvað það að gera, það stórauka fjárframlög vitanlega til vegamála, samgöngum, bæði viðhald og nýframkvæmdir. Svo þarf að sjálfsögðu sem við þurfum að gera náttúrulega mörgum árum að koma saman það hvort við eigum að innheimta einhver sérstök gjöld af ferðamönnum til að byggja ferðamannastaðinn og mannvirkir kring og þá. Ég man ekki betur en að ráðherra ferðamála hafi sagt núna í fréttum fyrir skömmu síðan að það kem ekkert varðandi þetta á þessu ári, kannski á næsta eitthvað slíkt. Þannig að það ekki eins og ég verið að leysa það. Það vantar 100 milljarða inn í samgöngunar ef það að vera almennilegar. Og ef það verður að setja 20 milljarðar viðbót þá bara dropi í hafið í rauninni. Mér minnir að kosti í dag cirka 50 milljónir króna að malbygga tvíbreiðan veg 1 kilometer. Þessi 1 kilometer kosti 50 milljónir króna. Þannig þið sjáu hvað 1 milljarður gerur lítið, það er einhver 20 kilometrar eitthvað slíkt. Þannig að þetta er alveg ótrúlega lítið sem við fáum fyrir þessa fjármunirinn. Við höfum verið svo aftarlega meira en svo lengi. Þannig ef menn ætlar sér að gera raunlegt átak þá þarf að setja 10 milljarða inn í samgöngur. Og hluti af því sjálfsagt hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þið sjáum við til dæmis Reykjanesbrautina frá Krýsuvíkurvegi yfir Kaldarseli, þar sem mikil eða alvarleg slysverða, þar sem á eftir að tvöfalda og breikka þann veg. Ég spyr, hvað á að setja mikla fjármunir þetta? Það mun til dæmis aldeilis hressu upp á umferðar, flæðið hérna á höfuðborgarsvæðinu, gangi þetta eftir. Þarna ferðamenn að fara líka í gegn. Þarna ég var 40 mínútur frá álverinu daginn inn í Fossvogsdal. 40 mínútur, bara þessar leið. Meira og minna stopp og mengandi, þarna þarf að framkvæma sjálfsagt fyrir utan allt umferðaröryggi. Þannig að það vantar stórkostlega fjármunir í samgöngunum og við höfum bara ekki sinnt þessu. Nei. Þörfin auðvitað svo greiðlega mikið, hún yfir 200 milljarðar, hver þörfin að setja í samgöngumálin. Við erum bara ekki með þann pening til að setja í þann nákvæmlega núna. Ég held samt að við þurfum að skoða þetta eins og Jón Gunnarsson gerði varðandi meiri gjaldheimtu. Það er alveg til peningar. Og ég held að við verðum að því að við erum að forgangsraða í samgöngumálum, við verðum að gera ennþá betur af því að þörfin svo mikil. Og það í sér í lagi af því að hún var stopp svo lengi eftir hrun, það var ekkert gert og allt grotnaði niður hér í 4-5 ár eftir hrun, að þörfin orðin mikil og margir vegir alveg algjörlega óásættanlegir. Og þess vegna verðum við að þora að skoða það og velta því upp hvernig ætlum við að fjármagna þetta og hvort að þá veggjöld
og sérstaklega sérilagi þegar fólk farið að breyta bílunum sínum að það eru færri bensín- og díselbílar á vegunum sem borga þá færri bílar sem borga þá til ríkisins að þá verðum við þetta að endurhugsa það líka. Ég ætla að slá aðeins annan tón. Vandinn kannski sá, við erum nú á toppi hagsveiflunnar og það vilja allir eyða rosalega miklum peningum. Það kannski örlítið auðveldara fyrir fólk að gera heldur en oft áður. Við sjáum það auðvitað eins og fjármálastefnu fyrir ríkisstjórnar og núverandi ríkisstjórnar og ég ímynda mig fyrir fjármálaáætlun sem komið fram sem verður það sem ekki verður haldið jafn varlega á spöðunum og var gert síðast og þetta auðvitað tíminn eins og 2007 það sem mjög gott að lofa miklum framkvæmdum, miklum útgjöldum, hvort sem til vegamála, heilbrigðismála, alls staðar. Ég held til miður bara eins og Hagstofa okkar sýni að það ekki endilega skynsamlegt að fara í það blás út ríkisskuldum útgjöld á þenslutímum og ég hef áhyggjur af því sem að gera og ég hef áhyggjur af því að Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur núna fengið kannski tækifæri til þess að gera ekki sömu mistök og hann gerði fyrir 10 árum síðan að fara að endurtaka það. En þú vilt hingra með þetta þar til í rauninni við erum svona aðeins farin. Við viljum að sjálfsögðu byggja upp gott vegakerfi. Ég að teka undir með Áslaugu með það að skynsamlegt að skoða uppbyggingu vegakerfis til dæmis nálægt höfuðborgarsvæðinu með einhvers konar leiðum sem felur sig gjaldtöku á þeim framkvæmdum. En ég menna að það í hefðbundin hagfræði skynsamlegra að fara út í svona risa framkvæmdið það hægist aðeins á einkamarkaðnum frekar en að þenja út hagkerfið á þeim tíma sem allir sem eiga skóflu að nota hana. Til að mynda verið að ráðast í framkvæmdir á Vesturlandsvegi sem mjög þörf úrbót. Ríkisstjórnin hefur lofað í sáttmála sínum stórfelldri innviða uppbyggingu og að hafa plan til framtíðar hvað það varðar. Ekki þannig að það auki einhverja kreppu í ríkis fjárútlátunum eða eitthvað svoleiðis, heldur þetta bara skynsamlegt plan og það töluðu allir það fyrir kosningar að fara í þessa stórfelldu innviða uppbyggingu og þetta í sáttmálunum og ég heldur við sjáum. Við stóðum við okkar fjármálaáætlun í kosningabaráttunni. Við lofum ekki 100 milljörðum ofan á fjármálaáætlun sem við höfum samþykkt og við Sjálfstæðisflokksins. Þetta er alltaf sami söngurinn. Þetta er alltaf sami söngurinn kemur af vegamálum. Það ekki hægt að framkoma fara í vegabætur þegar þensla eða þegar uppsveifla út af þenslu og það ekki heldur hægt að fara í vegasamgöngur eða bætur þegar kreppa. Það ekki til peningar. Málið það að framkvæmdir í þessi vegaframkvæmdir, það eru minna þenslahvetjandi, heldur það til þess að byggja hús og byggja steypu. Þannig að við ættum að beina með fjármunum út í vegakerfið að framkvæma þar, heldur en að vera að byggja steypu og þess að það í dag. Og það full þörf á því eins og allir vita. Og það ekki rétt, ég ekki sammála því þess ekki til peningar. Bara ef menn myndum ákveða það núna, sætta sig það að ríkissjóður myndi skila 0,5% minni afgangi, þá verður það líklega 12-15 milljarðar sem væri hægt að ná þannig. Auðvitað á hann að skila afgangi, auðvitað þurfa að greiða skuldur og allt það skiljið. En vegakerfið að niðurlóta komin á höfuðborgarsvæðinu og hringinn landi. Þess vegna þurfa að ná í þessa setja mjög mikið pening í samgöngumál en við þurfum líka að vera raunsæ og hvernig við getum hort á þetta til framtíðar. Og þó að við skilum aðeins, við erum auðvitað búin að skila hallalausum fjárlögum í lengri tíma síðan við höfum tekið við ríkisstjórn og við einhvern veginn við getum bara ekki sagt, já, það er bara að taka aðeins meiri pening af þessu í þetta. Við þurfum bara að horfa á þetta til lengri tíma og með aðeins stærri gleraugum. Og ég held að varðandi það sem Pavel segir að þá þetta bara verið að forgangsraða í það sem ríkið ætlar að sinna vel, sem þessi grunnþjónusta ríkisins, það heilbrigðiskerfið, það menntakerfið, það samgöngumálin, það almannatryggingarnar og löggæsla og það í þetta sem við ætlum að forgangsraða og þarna ætlum við að eyða þeim fjármunum sem ríkið að eyða og það munum við sjá í glæsilegri fjármálaáætlun sem kemur innan skams. Það verið að eyða meiri peningum hins opinbera heldur fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins að fara að eyða meiri peningum heldur fjármálaráðherra Viðreisnar gerði. Þannig að það ekki bara vera forgangsraða í þá eins heldur vera þenja út. Nei, við erum að verja peningunum í mennta- og heilbrigðiskerfið. Við erum ekki að eyða peningum. Já, orðafluti með fallegum hætti. Já, en það þarf líka að vera praktískur og það þarf líka að hafa plan og það má líka, það allir svo óþolinmóðir og ég þekki þetta vel líka á sveitarstjórnarstiginu. Hlutirnir þurfa að gerast strax en þú þarft auðvitað líka alltaf að vera með plan og þú verður að geta sagt við fólk þetta kemur ef þið geti beðið og stundum það bara þannig. Góðir hlutir taka líka tíma. Áslaug, þetta var svolítið þema hjá formanninum þínum í upphafsræðu hans fyrir þennan landsfund að þrátt fyrir að það væri verið að eyða meiri peningum að það væri einmitt ekki verið að þenja út báknið. Þetta ekki, þú skrifaði nú greinum svona þessi mál í vikunni, þetta ekki
Er þetta ekki ykkur mótsögn þarna eða gengur þetta alveg upp? Nei, hann var auðvitað ekki að segja hann sé að eyða meiri peninga fyrir auðvitað, það eru meiri tekjur sem við höfum til ráðstöfunar af því að hér gengur vel og það er auðvitað verið á það sem formaðurinn lagði upp með var í rauninni bara það að það er verið að eyða þeim í það sem við ætlum að sinna vel og síðan ætlum við líka að losa fjármagn með sölu á bönkum með því að losa það sem ríkið á ekki að vera að standa í þeim rekstri sem ríkið á ekki að vera í. Þannig að ég held að þetta hafi bara verið, þetta var bara brýn áminning það við erum að eyða fjármunum í það sem þörf þykir og verið að kalla eftir hér í samfélaginu og við getum ekki sagt að við ætlum að hafa gott heilbrigðiskerfi ef við ætlum ekki að verja peningum í það og það hefur við gert og það gerði ríkisstjórn með Viðreisn líka og ríkisstjórnin þar áður búin að forgangsraða í þessa grunnþjónustu. Þannig að þarna þurfum við þetta bara að ef við ætlum að eyða pening að þá, ef við ætlum að sinna einhverju þjónustu að þá þurfum við líka að sinna henni vel. En þá þurfum við líka að endurhugsa það hvað líka hlutverk ríkisins á öðrum sviðum. Svona rétt í lokin, Pavel, fyrst ég nú með því hérna, eins og ég sagði áðan, þú ert búin að gefa þú út og ætlar að sækjast eftir borgarstjórnarstól. Þið í Viðreisn ætlaði að bjóða fram, hvenær munið þið kynna þennan lista og svona kannski, er það rétt sem maður heyrir að þetta verður svona óformlegur samruni Bjartrar framtíðar og Viðreisnar í borginni, að það sé svona kannski mikið af fólki sem komið þaðan? Listin bjóði fram undir nafni Viðreisnar og ég ger áfram að sé styttar en ekki í hans sé verið kynntur vonandi í næstu viku. Það verður bara komið ljós hverjir ánum þegar það liggur fyrir. Takk ykkur öllum fyrir komuna, Líf, Pavel, Gunnar Bragi og Áslaug. Við komum hérna aftur að vörmuspori með Ólaf Heiðar Helgason, hagfræðing hjá Íbúðalánasjóði. Sæl aftur, hann sestur hjá mér Ólafur Heiðar Helgason, hagfræðingur hjá Íbúðalánasjóði. Velkomin, Ólafur, ætlum að ræða þessum byggingariðnaðinn og húsnæðismarkaðinn á landinu. Það er svona töluvert rifist það einhvern veginn hvernig stjórnvöldar og sveitastjórnir að standa sig í uppbyggingu húsnæðis. Sem kannski einhver leyti pínlítið undarlegt að þetta ætti að vera tölulega staðreyndir sem liggja fyrir. Segðu mér aðeins bara svona til að byrja með, hver er nákvæmlega staðan á íbúða- og húsnæðismarkaði akkúrat núna? Já, ég held að þekki flestir einhvern sem að stendur fram fyrir einhvers konar húsnæðisvanda. Það hefur náttúrulega verið umræða hér síðustu ár varðandi þannig skort sem hefur myndast á húsnæði. Og við fyrir svona breyttið við stöðuna. Það var náttúrulega þannig að hér árið 2005-2008 eða svoleiðis, það var byggt mjög mikið. Síðan náttúrulega kom hrunið og fólki fækkaði hér á landi í 2-3 ár og við það náttúrulega skapaði svona ákveðnar uppsafnaðar byrðir á húsnæði. Það er mat okkar að árið 2012 að þá hafi í rauninni verið flutt inn í flestar af þessum íbúðum sem hefðu staðið þá tómar í einhver tíma. En síðan þá, árið 2013 til 2017, þá hefur uppbygging á hverju ári verið minni. En það sem ætla maður að sé svona uppbyggingar þörf með að við líðfræðilega þróun, fólksfjölgun og síðan fjölgun íbúða Airbnb. Þannig að það er mat okkar að síðustu áramót þá megi ætla að uppsafnaður skortur á íbúðum hafi numið 9.000 íbúðum. Það er vísu svolítið háð forsendum en þetta er svona okkar besta mat þessum myndir. Ok, og hvað erum við að fara að sjá gerast á næstu missurum? Það er náttúrulega einhver uppbygging í gangi. Hvað er búið að byggja núna kannski síðasta árið og hversu nálægt því að uppfylla þessa þörf munum við komast? Já, á árunum 1970 til 2008 þá voru hverju ári byggðar svona meðaltal 1900 íbúðir ári. Síðan þá hefur uppbygging á hverju ári verið minni eins og nefnir þessu. Þar með talið í fyrra. Ég meina það var mikill vöxtur í uppbyggingu en íbúðum á Íslandi fjölgaði samt aðeins 1700 í fyrra sem eins og ég segi minna heldur sem nefnir þessu langtíma meðaltali. Það er ákveðin vöxtur framöndan. Við sjáum það sem sagt að íbúðir sem eru í byggingu þeim hefur fjölgað verulega. Þannig að þá maður búast við því að það komi þá aukið magn inn á markaðinn. En það er ekki bara fjöldi íbúða sem við þurfum að hugsa um. Við þurfum líka að gæta þess að þessar íbúðir henti þörfum þeirra hópa sem eru í hvað mestum vanda á húsnæðismarkaði. Ég held að þar sé ákveðin áskorun. Þannig við erum að tala um þá að það þurfa að auka í þessar minni íbúðir væntanlega fyrir yngra fólk og eitthvað sem er að vinka við sig og slíkt. Já, ef við hugsum um það sem er að gerast á íbúðamarkaðinum til mjög langs tíma, þá er það að þjóðin er að eldast og það hefur ótrúlega mikil áhrif á hvers konar íbúðir við þurfum að byggja. Fjölskyldur er að verða sífellt minni að meðaltali. Þessar stóru barnafjölskyldur, þeim er ekki að fjölga rosalega mikið. Á meðan að eldra fólki er að fjölga mjög mikið.
Með við mannfjöldaspá Hagstofunnar þá útlit fyrir að fólki yngra en 40 muni fjölga 11.000 til ársins 2040. Fólki eldra en 70 muni hins vegar fjölga 33.000 gangi spáin eftir. Og fólk á þessum aldri, það býr yfirleitt þá, sem sagt, pör saman eða eitt. Þannig að þessum minni íbúðum þeim þarf að fjölga og það í rauninni meðal annars vegna þess að eldra fólk að fjölga svona mikið. Já. En sko þú talar að við höfum byggt 1700 íbúðir í fyrra sem minna en áður. Ég meina, hvað veldur því að við séum í þessari gríðarlegu þörf og einmitt í svona miklu góðæri að við séum ekki ná einhvern veginn að halda í við það sem áður var og jafnvel kannski gera ennþá betur? Af hverju gengur þetta svona hægt? Eitt af þessum skiptir máli náttúrulega, það tekur tíma að fara af stað. Ég meina, náttúrulega, bingreinar en það var ákveðið frostar í nokkuð tíma eftir hrunnið. Það tekur einhverja mánuði, jafnvel ára að hanna íbúð og svo einhver tíma að byggja íbúðirnar og þetta skiptir máli. Þannig að við þurfum að skoða hvernig við getum byggt hraðar líka. Já. Það eitt af þessum að skoða. Við hljótum að þurfa að byggja bæði hraðar og líka passa kostnaðinn við það sem að verið að byggja. Þú talar litlar íbúðir, ef að það að vera raunhæfar fyrir ungt fólk til dæmis, það ekki kosta mikið. Til hvað aðgerða hægt og þarf að grípa til þess að stækka þetta og gera þetta ódýrara? Hagkvæmara? Þetta náttúrulega alþjóðlegt viðfangsefni í rauninni og það sem hefur verið að gerast alþjóðlega er það að við sjáum að íbúðir í auknum mæli framleiddar úr fjöldaframleiddum einingum til dæmis, framleiddar ekki á verkstað, heldur í eitthvað svona verksmiðjum og síðan fluttar á staðinn og það getur sparað mikinn kostnað. Þetta er eitt af því sem má skoða hér á landi. Það er þá ákveðin vandamál náttúrulega íslenski markaðurinn er svo lítill, þetta er svona ákveðin örumarkaður. Þannig að það er kannski erfitt að ná alltaf þessari stærðarhagkvæmni í framleiðslu. Og ef við lítum á það sem er að gerast alþjóðlega þá er það að framleiðni í byggingarinnaði hefur verið að vaxa hægar en framleiðni í nánast í öllum öðrum geirum hagkerfisins. Og þetta náttúrulega þýðir að íbúðarnir eru dýrari en þar væru ella ef að framleiðnin væri að vaxa meira. Út af hverju er framleiðnin ekki að vaxa á við annað hérna? Eins og segi, þetta er alþjóðlegt viðfangsefni. Það sem talað um í alþjóðlegu samhengi er það að sveiflur í byggingarinnar eru náttúrulega mun meiri heldur en í mörgum öðrum geirum hagkerfisins. Og þar hefur hið opinbera ákveðið hlutverk. Hér viðmælandi þínir áðan töluðum hvað er erfitt með vegaframkvæmdir að það má ekki fara í það þegar er kreppa, það má ekki fara í það þegar er uppsveifla. En hlutverkins opinbera í þessum efnum er náttúrulega meðal annars að vera það að gæta að jafna út þessu uppbyggingu og þannig má ná aukinni framleiðni í byggingarinnar sem eins og ég segi getur jafnvel skilað ódýrari og fleiri íbúðum. Og hvernig gerir hið opinbera það? Ég meina, eiga þau að þá einmitt bara halda sér höndum þegar staðan er eins og hún er núna og fara svo í að byggja upp þegar kreppir að það? Þetta er auðvitað rosalega erfið viðfangsefni vegna þess hvað er mikil uppsöfnuð fjárfestingarþörf bæði í vegakerfinu en eins og ég segi líka í hvað varðar íbúðamarkaðinn. Við höfum talað um það að íbúðum þurfa að fjölga mjög mikið næstu árin til þess að vinna þessar uppsöfnuðu þörf en við þurfum þá auðvitað að gæta þess að það gerist okkur skynsamlega hraða. Við erum alls ekki að tala um það að það eigi að byggja hér fara í einhverjar 4-5.000 íbúðir á ári næstu árin að taka sína okkur niðursveiflu. Heldur verðum við að gera þetta jafnt og þétt. Og bara til samanburðar, það voru byggðar rúmlega 3.000 íbúðir árið 2007 og það er útlit fyrir að við þurfum að byggja hér á 3.000 íbúð á ári, næstu árin. Eins og ég segi, það voru byggðar 1700 íbúðir í fyrra, bara svona að gefa fólki hugmyndastöðuna. Og 3.000 íbúðir, ég meina, eru einhver teikn og loft það að það takist til dæmis í ári eða næsta ári að fara í svona, ég meina, næstu tala helmikið meira en sem það gert í fyrra, sko? Já, þannig að það er spáð vexti í íbúðafjárfestingu sem betur fyrir og við sjáum að, sem sagt, eins og ég segi, íbúðir sem eru í byggingu eða er byrjað á þeim hefur verið að fjölga. Þannig að það er væntanlega standa vonir til þess að þær íbúðir sem eru fullklárar þeim fjölgi þá á þessu ári og jafnvel því næsta. Þyrftu stjórnvöld að gera eitthvað meira til þess einhvern veginn að liðka til fyrir þessu að breyta reglum eða reglugerðum jafnvel eða það með oft talað um þess að byggingarreglugerð að hún sé flókin og gerir mönnum erfitt fyrir? Já, það er oft talað um byggingarreglugerðina og það þarf auðvitað að skoða hvort það sé eitthvað rými þar til þess að liðka fyrir svo við getum byggt út þeirra íbúðir. Eitt af þess að mætti skoða er bara að samrýma byggingarreglugerðina við það sem gerist í löndunum í kringum okkur. Ég nefndi hér áðan að það er ákveðin sóknarfæri í fjöldaframleiðslu en það þá þetta gæta þess vegna þess að sú fjöldaframleiðsla færi væntanlega einhverju leyti stað utan Íslands að það er einingar sem eru framkvæmdar þar standist íslenska byggingarreglugerðir og það er svona ákveðið alþjóðlegt viðfangsefni hvað regluverkið er mismunandi milli landa. Fólk tala líka oft um svona skrifræði að sé flókið að fara í gegnum skipulagsferli og grenndarkynningar eða hvað það er sem að fylgir svona uppbyggingu. Þetta er þá væntanlega forræði sveitarfélagana. Er þetta eitthvað sem að þurfti líka að taka til í? Já, eins og það er klálega að skoða hvort það sé eitthvað sóknarfæri þar og það er alls ekki bara íslenskt viðfangsefni, heldur er þetta líka alþjóðlega vísu.
En ef við tölum sko fyrirtækin sjálf í þessum rekstri og þessum iðnaðinni, hvernig standa þau? Erum við að gera þetta eins og bestur á kosið af þeirra hálfu? Sko eitt af þessum einkennir byggingariðnaðinn, kannski umfram aðra greina atvinnulífsins, þessi undirverktaka sem alltaf. Og við sjáum þetta að fyrirtæki í byggingariðnaði, þau eru að meðaltali mun minni heldur en fyrirtæki í öðrum greinum hagkerfisins. Og meðal annars vegna þessara miklu sveiflna sem ég nefndi í ráðan, sem valda því að það erfitt til fyrirtækin svona að ná þessari kjörstærð. Það klálega færið til svona á auknu hagræði með því einfaldlega bara að stækka fyrirtækin, að hafa stærri og stönduri fyrirtæki sem taka þá að sér í rauninni fleiri svið virðiskeiðunar og ná þannig þessari breytar og stærðarhaka. Og í rauninni það svolítið ekkert hægt að gera til þess að einhvern veginn ýta undir þetta nema bara jafn þessu sveiflur, þannig að menn sé ekki taka svona mikla sénsa að þeir að ráða fleiri og fleiri. Ég held að það að jafn þessu sveiflur, ég held að það myndi gera mjög góð hluti í þeim efnum. Svo, þú talar 3000 íbúðir eða sem sagt þörfina, maður sér ekki endilega fyrir sér að það náttúrulega dreigja saman með þeim sem að útskrifast hérna með sveinspróf í þessum greinum. Við þyrftum væntanlega að fá hérna inn fleira erlend vinnuafl, meira af erlendu vinnuafli og þá væntanlega rekum við okkur á þennan augljósa vegg hvar á það fólk að búa. Algjörlega. Við sjáum bara hvað höfumsöfnið erfitt og þeim mikilvægt að jafna þessa uppbyggingu sem þörf á næstu árin yfir einhvern árafjölda. Eins og ég segi, uppbygging hefur verið minni heldur en sem nefnir langtíma meðaltali undanfarið 9 ár. Það tekur bara í 9 ár höfum verið í þeirri stöðu. Það segir sér sjálft að það tekur einhvern tíma að vinna upp bara þessa þörf sem við ræðir. Já. Þessar 3000 íbúðir á ári, það eitthvað svona jafnvægis tala, svona eitthvað sem við þyrftum að gera og þá værum við ekki að fara fram úr okkur og hvetja til þeinslu en svona reyna að halda í við þörfina? Alls ekki, það sem ætti við með þessum 3000 íbúðum kannski meira að það þörf á aukin uppbyggingu næsta árin til þess að vinna þessum uppsöfnaða skorti. Síðan til lengri tíma þá þörf á í rauninni minni uppbyggingu. Við höfum talað við miðspá mannfjöldaspár Hagstofunnar. Það sé þörf á 2200 íbúðum ára meðaltali þar sem 2040. En þetta auðvitað allt háð forsendum. Með eina af þeim forsendum sem erfitt að spá með til þess bara fjölskyldusamsetning. Hvernig vill fólk búa? Við höfum séð það að ungt fólk það býr sífellt lengur í foreldrahús. Að einhverju leyti má ætla að þetta sé vegna þess hvað erfitt fyrir ungt fólk að komast í eigin íbúð. Þess má líka vera að fólk kjósi einhverju leyti að búa lengur í foreldrahúsum. Það ekki ákveðin óvissu sem þetta. Já, að fólk kýs væntanlega og maður sér það að fólk allavega vill vera heima hjá sér líka eins lengi og mögulega getur þegar það eldist. Akkurat, og það hefur líka áhrif á íbúðaþörfina. Það að segja ef fólk vill búa lengur í eigin íbúð þá þarf fleiri íbúðir öðru óbreyttu. Það er aftur á móti þurfa uppbyggingu hjúkrunarheimila minni. Þannig að ég held að svona heildar skilaboðin eru þau. Við þurfum virkilega að fara að huga að langtíma stefnumótun í húsnæðismálum. Auðvitað ekki óvissun það sem gerist næstu 40 árin, en þetta er bara spurning, ætlum við að setja okkur einhverja stefnu í húsnæðismálum til að tryggja bara jafnvægi þessum málum. Vegna þess að húsnæðismarkaðurinn hefur brugðist landsmönnum bara ef við lítum síðustu 2 áratugi. Hann brást okkur hér í kringum hrunið. Hann í rauninni að bregðast okkur aftur núna þegar að uppbyggingin ekki nægilega mikið til þess að vinna þessari þörf. Þannig að við þurfum bara að skoða, auðvitað er það erfitt, en það er mikilvægt um þessu. Húsnæðismarkaðurinn hefur brugðist okkur, við komumst ekki með þetta lengra, takk hérlega fyrir þetta Ólafur. Það koma hérna til mín Þórunn Ólafsdóttir og Ólöf Ragnars eftir örskamma stund og við ætlum að ræða stríðið í Sýrlandi. Það sestar hjá mér Þórunn Ólafsdóttir, hún er verkefnastjóri í málefnum hælisleitenda og Ólöf Ragnars, sérfræðingur og kennari í Mið-Austurlandafræði eða alþjóðasamskiptum. Velkomnar báðar tvær. Við ætlum að ræða þetta hörmulega stríð í Sýrlandi sem hefur núna staðið yfir í 7 ár. Og það er alveg sama hvar maður sækir sér fréttir af þessu, það er alltaf sama sagan, það sér ekkert fyrir endan á þessu. Ég vil byrja eins og þér. Ólöf, þú ert sérfræðingur í alþjóðasamskiptum Mið-Austurlanda og kennir þetta við Háskóla Íslands. Förum bara kannski aðeins á upphafsreit. Hvar byrjar þetta? Af hverju byrjar þetta stríð og hvað skref eru tekin á þeirri vegferð sem hefur endað í þessari hörmulegu stöðu sem við erum í þarna í dag? Já, það er yfirleitt talað, 15. mars 2011 markar svona upphaf þessar uppreisnar eða byltingar almenna borgara í Sýrlandi sem kemur í kjölfar arabíska vorsins. En það er mikilvægt að hafa í huga að við þurfum að fara aftar en það til þess að skilja hvað er í gangi. Og það sem sagt ástæðan fyrir því að fólk rís þarna upp og er komin og heimtar breytingu á kerfinu er að allt sem við getum kallað borgaralegt samfélag
civil society, hefur verið haldið niðri. Öll frjálsfélagasamtök, allar stjórnmálahreyfingar eru ekki leyfðar sem í andstöðu við stjórnvöld. Já. Og þetta svona langvarandi kúgun fólks sem verður til þess og svo fær fólk þannig glugga að því finnst þegar það sér hvað gerist í nágrannalöndunum og hreinlega drífur sig út á götu og byrjar að mótmæla. Já. Og það fer að mótmæla og það fangelsað og sætir pyntingum í fangelsi og svo hvað? Ég meina þetta er einhvern veginn öðruvísi heldur en það sem að við þekkjum úr heimstyrjöldunum sem einhvern veginn þessi að berjast við þennan og þetta eru bandamenn hér og þetta er svona einhverju leyti svona hrærigrautur sem er erfitt einhvern veginn að skilja hver hvað og fyrir hverju að vera að berjast hverju sinni. Akkurat, og það er mjög skiljanlegt að því að nú hefur stríðið búið að hefja sitt 8. ár. Já. Þannig að það er auðvitað mjög einfalt að missa sjónar kannski á því hvað raunverulega er í gangi og fáir sem að hafa fylgst með frá upphafi. Sumir eru að koma inn í þetta kannski miðju stríði og þá ferður svolítið brenglega mynd. En það sem að gerist þetta er eins og þú segir, fólk mætir hérna pyntingum og drápum fyrir það að fara út á götu og mótmæla. Og eftir nokkra mánuði þá má segja að byltingin hervæðist. Það verða hann liðhlaupar úr sýrlenska hernum sem að neita að taka þátt í þessu. Já. Og stofna sinn eigin her, þess frjálsi sýrlenski herinn, svo kallið. En það má samt eiginlega ekki kalla hann her þannig eins og við þekkjum að það er engin miðstýring eða miðstýrt fjármagn sem að kemur inn. Heldur auðvitað meira svona litlar herdeildir og reglífar hugtak kannski yfir þær. Og síðan eins og oft þegar fólk hugsa stríðið í Sýrlandi þá koma fylkingar eins og ISIS upp í hugann. En það eru hópar sem að koma inn miklu seinna. Þeir taka engan þátt í þessari byltingu. En þegar búið að skapa svona grundvöll fyrir slíkar fylkingar til þess að hreiðra sig og reyna að ná einhverjum áhrifum og landsvæðum. Það gerist þegar svona byltingin hefur svolítið herfast og þetta orðið fólk farið að berjast á móti. Og núna það eru rosalega margir hópar að berjast. Ég geti sittið inn og talið upp hópa í bara marga mínútur. En þetta þetta sýrlenski stjórnarherinn sem stuttur af Írönum og Rússum og Hezbollah í Líbanon. Og svo vilja stjórnvöld í Sýrlandi skilgreina alla sem eru á móti sér sem annaðhvort hryðjuverkamenn eða uppreisnarmenn. En það er rosalega einföldun á því sem í gangi. Af því að eins og þú segir, það margir hópar og jafnvel á einu svæði einhverjir hópar að vinna saman sem eru að vinna á móti hvorum öðrum á öðru svæði. Og þeir hafa mismunandi takmörk. Einhverjir vilja að koma upp íslensku ríki í Sýrlandi en alls ekki allir. En flestir eru að berjast miða að því að reyna að koma burtu stjórnvöldum. Já. Þórunn, þú hefur náttúrulega verið í miklum samskiptum við fólk frá Sýrlandi og unnið bæði með flóttamönnum og hælisleitendum og varst náttúrulega tíma á Lesbos í Grikklandi að taka við þessu fólki þegar það var að flýja þessar aðstæður. Hvernig er hljóðið einfallega bara í þeim sem að þú þekkir sem koma frá þessu svæði? Er þau að gefast upp eða verða þau vonið brjóst það að þessu geti farið eitthvað tíma fljótlega að ljúka? Þetta er náttúrulega allavega og hefur breyst mikið með árunum og breytist í rauninni dag frá degi og ég man þegar ég var fyrst á Lesbos 2015 og var að taka á móti fólki sem var jafnvel bara nýflúið frá Sýrlandi, búið að vera kannski stuttan tíma í Tyrklandi og kemur svo yfir og það var óbúslega vongott að það væri komið í öruggt skjól og svona já, í rauninni að það geti bara komið yfir og beðið af sér þetta ástand og ég veit að þeir sem flúðu í upphafi stríðs og svona sáu fyrir sér að þetta myndi taka enda og ég hef aldrei hitt Sýrlending sem ætla sér ekki að snúa heim aftur þegar þessu lýkur. En svo eftir því sem árin líða þá eru þetta fólk fara að sjá fram á það að mögulega ekki á þeirra líftíma geti ástandið í Sýrlandi orðið nægilega friðsælt eða öruggt til þess að fólk getur hreinlega snúið aftur. Já. Og síðan þróast þetta svolítið þannig að Evrópa hefur heldur ekki tekið neitt sérstaklega vel á móti fólki. Það allir gangur á því. Og
fólk jafnvel farið að snúa aftur. Það birtist einmitt, ég sá í svona minningum á Facebook í dag, það var maður sem ég hafði tekið mynda með skilti í flóttamannabúðunum í Ídomeni við landamæri Grikklands og Makedóníu 2016 og á því skilti stóð ég lifði af stríðið í Sýrlandi en þið fáum mig til að óska þess ég hefði ekki gert það. Já. Þannig að við erum svolítið að bregðast á ýmsum sviðum og ekki bara við Íslendingar heldur, ég að tala bara alþjóðasamfélagið og hljóðið í þessu fólki auðvitað misjafnt en ég minnist þess ekki hafa heyrt nokkurn sýrlending mæla Assad bót. Nei. Og snúi þetta fólk aftur sem að fólk jafnvel farið að gera. Það hefur valið jafnvel að fara heim með allri því sem áhættu sem því fylgir, frekar en að hýrast í tjaldi einhverstaðar í Grikklandi. Og þetta fólk sætir oft pyntingum við heimkomu, handtekið, hverfur. Ég var að lesa bara síðast í morgun fréttaskýringu þar sem að 5 ungir menn sem að snéru aftur til Sýrlands, dóu allir í herfangelsum og dánarorsökin var hjartastopp. Og maður hugsa svona með sér hvað til í því. Þannig að við erum komin út í svona þó svo að stríðið taki enda og ef að það gerist á þeim forsendum að Assad haldi völdum, þá fólki sem hefur flúið ekkert endilega vært í Sýrlandi og verður ekki í svona, bara undir hans stjórn. Nei. Hver nákvæmlega, Ólöf, er staðan þarna núna? Hverjir að ná yfirráðum? Við hefum talað náttúrulega Afrín hér að núna. Hvernig stendur þetta núna og hverjir eru akkurat að berjast í Sýrlandi í þessum töluðu? Það sem við erum búin að sjá auðvitað núna á síðustu vikum sókn stjórnarhersins í Austur-Gúta sem rauninni bara svona í útjarði Damaskus höfuðborgarinnar og þeir eru að berjast þar hart fyrir því að ná tilbaka þessu svæði sem eitt af þeim fáum sem undir stjórn þessara uppreisna manna og svo erum við með Tyrki að sækja mjög hart fram í Afrin og við sjáum eitt sem að kannski ekki mikið tala að Rússar voru þar á þessu svæði og hafa dregið sér tilbaka. Og hleypt þá Tyrkjum inn í staðinn. Af hverju gerist það? Já, maður svona einhvern veginn fer að spyrja sig að því hvort að einhverju samningar hafi átt sér stað þarna undir borðið. En að því að það lítur svolítið þannig út. Hvers vegna þeim hleypt svona upp á dekk og þeir bara hreinlega eru að slátra fólki hana í þessu héraði. Mér langar að spyrja líka aðeins Þórunn, hvernig maður sér náttúrulega skelfilega myndir af börnum og fullorðnum sem að lenda í sprengjuregni og bara árásum þarna en þetta náttúrulega tiltölulega stórt land. Hvernig maður sér einhvern veginn ekki fyrir sér hefðbundið daglegt líf fyrir neitt af þessu fólki? Gengur lífið bara sem vanagang þá annar staðar í landinu og víðast hvar jafnvel nema á þessum stöðum þar sem þessi skelfilega hernaður í gangi? Þetta einhvern veginn allt farið á hliðina í þessu landi? Hvernig staðan svona í heildina fyrir fólki? Ég held auðvitað að allir í Sýrlandi finni fyrir þessu stríði á einn eða annan hátt. En það eru vissilega svæði sem eru öruggari en önnur og þá fyrir ákveðna hópa. Fólk sem að styður stjórnina og býr inn á yfirráðasvæðum stjórnarhersins nýtur miklu meiri verndar heldur en síðan fólki sem að kemur frá uppreisnarsvæðunum og mín innsýn kannski meira þar og þá erum við að tala Idlib hérað og Austur-Gúta sem að Ólöf nefnir og ég á einmitt mann sem sýrlendingur og kemur frá Idlib héraði, lítilli borg þar sem heitir Sarakeb og þar á hann ættingja ennþá og það ekki langt síðan að móður hans og fleiri komast út þannig að við fáum fréttir þaðan nánast daglega beint í æð. Þannig að og við bíðum oft lengi eftir því að heyra í fjölmiðlum það sem hefur átt sér stað. Við heyrum kannski fréttir og nokkrum mánuðum síðar sú vitneskja orðin staðfest og almenn.
Þannig að þetta auðvitað svolítið sérstakt að vera áhorfandi svona á hliðarlínunni af einhverju ástandi sem að í fyrsta lagi fara ótrúlega kraftar stjórnarhansins í að neita og hann ekki einn þar, hann nýtur auðvitað stuðnings annarra ríkja og það fer mikið púður í að réttlæta aðgerðir hans, að þarna séu hryðjuverkamenn og það þurfa að losa sig við þessi öfl. Já, þetta mikið áráðstríð. En leið ég að fylgjast með þeim aðgerðum í gegnum bara fólk sem ósköp venjulegt fólk og bara fast þarna, getur ekki annað en verið þarna og vill ekki þetta stríð. Hvað finnst þér, Þórunn? Þú hefur náttúrulega stofnaðir akkeri sem að aðstoða fólki til dæmis að verða sjálfboðaliðar. Hvað finnst þér persónulega að við Íslands samfélag getum gert betur til þess einhvern veginn að veita hjálparhönd? Það auðvitað útrúlega flókin og stór spurning og ég held að mörgum líði þannig að hugsi bara ég get ekkert gert í þessu. Þetta einhvern veginn löngu farið úr böndunum. Já. En það sem að kannski mestu máli skiptir eru okkar viðhorf og okkar stuðningur og hann í rauninni tvíþættur. Hann bæði snýra því að veita fólki skjól á meðan þessu ástandi stendur, að fólk hafi einhvern öruggan stað til að draga andan og þegar ég segi öruggan stað þá snýr það ekki bara að fjarveru átaka. Öryggi felst líka í því að fólk að hatursorðræða sé fjarverandi og viðhorf okkar séu þannig að fólki líði eins og það sé örugt. Og þetta það sem skiptir óbúslega máli, en svo skiptir líka máli að þrýsta á okkar stjórnvöld því að eins og öll önnur stjórnvöld hafa þau rödd í alþjóðasamfélaginu. Og ég veit ekki til þess að íslensk stjórnvöld hafi sérstaka línu eða stefnu í málefnum Miðausturlanda og það kannski vantar óbúslega mikið upp á það eins og við höfum séð núna undanfarna daga þegar hefur verið uppi ástand sem krefst náinna samskipta við yfirvöld á þessu svæði og það virðist ekki vera neitt plan eða nein svona sérstök afstaða. Rétt í lokin, Ólöf, hvernig alþjóðasamfélagið að takast á við þetta? Það virðist einhvern veginn engin samhugur vera í því að þarna verði einhvern veginn að grípa inn í. Þetta fær bara að malla svona eins og við erum búin að sjá núna á 8. árið. Sko, það sem að ríkisstjórnin eða stjórnvöld í Sýrlandi hafa þarna mjög öflugur bandamaður í Rússum. Sem hefur þetta neitunarvald í Sameinuðu þjóðunum, öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og þetta neitunarvald náttúrulega rosalega sterkt þegar á að fara að reyna að álykta og setja fram einhverjar ályktanir í svona málefnum. Ekki bara það að þú getur notað þegar eitthvað sett fram, heldur oft kannski bara ekkert settar fram ályktanir af því að það vitað fyrirfram að þeim verði neitað. Þannig að þetta svolítið öflugur bandamaður og svo líka annað með Bandaríkjamenn til dæmis sem eru þetta stórveldi í þessum heimi og þeir hafa ekki gengið eins hart fram og til dæmis í Írak og Afganistan og Líbíu þeir hafa meira verið að styrkja svokölluðu sýrlensku lýðræðissveit sem leidd af Kúrdum, þessu YPG samtökum. Þannig að við erum svona að sjá kannski svolítið pattstöðu. Já, í rauninni þyrftu kannski þessi ríki að stígu upp og taka afstöðu með Sýrlendingum til þess að vera hægt að leysa þetta. Já, og þá kannski með fólkinu í landinu og hlusta á þau. Kæra þakki fyrir komunar báða tvær. Við komumst ekki lengra sinni, Egill verður með ykkur hérna vikuliðinni. Verið sæl.